Settu ykkur eins og ég spurði svo sem bara Danna, menna, hvernig hægt að skýra svona lélega frammistöðu útdeila? Men þetta var basically hörmung frá A til Ö hjá. Það ekkert hægt að útskýra þetta. Bara við mættum andlausir og vorum meira andlausir allan leikinn sem á ekki að vera hægt í svona mikilvægum leik. Nákvæmlega, þetta er leikur upp á að þú veist mögulega ætla að komast upp í 7. í raun að tryggja þá allavega í raun úrslitakeppnissætið og byrjunin sérstaklega á þessu leik, þetta er bara eins og æfingarleikur á haustin, hvað? Ég veit ekki, það er bara, kannski fór þetta frí illa í okkur en það er engin afsökun. Við áttum að ræfa í þessu fríi. En það er bara næsti leikur, við vinnum hann bara og komum okkur í 8. sæti, eða höldum okkur þar og förum í play-offs, það skiptir ekki máli hvort það séum í 8. eða 7. En væntanlega nokkuð ljóst að með svona frammistöðu þá, sama hvort það er við Stjarnan eða Keflavík eða hvað, þannig að er ekki nokkuð ljóst að þið þurfið að svona gíra ykkur dálítið betur upp eða ekki? Og er það ekki eitthvað andlega þá? Því að hæfileikarnir eru til staðar í þessu liði. Klárlega, við þurfum bara að rífa okkur í gang, bara mæta tilbúnari með læti og það heyrist ekki í okkur í alla leikinn inn á vellinum. Það var bara eins og, ég veit ekki hvað, við varum mállausir hérna. Við þurfum bara að breyta þessu fyrir næsta leik. Þetta eiginlega, eins og ég segi, myndi mig á æfingarleik á móti Selfoss eða eitthvað síðasta sumar, sko. Þetta var bara... Já, þetta gerist ekki aftur. Gerist ekki, þú lofa því? Ég lofa því. Flottir, takk. Takk.